En CSS stendur fyrir Cascading Style Sheets og Cascade í raun fyrsta orðið þarna og frekar mikilvægt. En það núna eins og við erum búin að sjá að við erum að vinna með einhver gildi, inn í gildum, inn í boxum, inn í einhverjum trjám og þetta allt eitthvað. En hvað þarf vafrinn actually að gera til þess að geta teiknað eitthvað útlit? Þannig að ég búin að skrifa fullt af CSS-i. Hvað af því sem ég skrifaði tekið marka og hvernig í raun ákveðið hvaða reglu á að birtast. Á þetta að vera blár eða á þetta að vera gulur border. Og þá eru reglur það. Og reglur eru reiknirit og þá sér í lagi specificity og cascadeið. En specificity eða sértækni og specificity value eða sértækni gildi fernd. Það gildið sem búin til, sem í raun ekki tala, það hægt að hugsa þetta sem tölur, en þetta í raun ekki tala. Það þetta 4 tölur sem eru slengdar saman í fernd. Það sem að ef við skilgreinum eitthvað í style attributinu, þá fær A gildið þarna 1, annars fær það 0. B fjöldi ID selektorana, C fjöldi attribute selektora og gerfiklassa og D fjöldi element og gerfi element selektora. Þannig að þetta bara í raun talið fyrir hvert selektor og það í raun fyrir utan þetta hérna sem segir til hvar þetta skilgreint og það í raun verður út úr þessi fernd sem við getum túlkað sem tölu. Þannig að við fáum út gildi sem heitir sértækni eða specificity. Þannig að hérna erum við með li sem type og first sem attribute selector eða class selector. Þannig að það í raun C og D 1. Þannig að við fáum út hérna 0,0,1,1. Svo erum við með ID selector, þá það 1. Svo fáum við 2 attribute selectora og 1 pseudo hérna og þeir eru allir hérna í C, þannig að þetta 3. Síðan fáum við eitthvað sem skilgreint sem inline style með style attributinu og þá fær það hérna A-gildi sem 1, sem einhvern 1 eða 0 og þá fær það hérna 1,0,0,0. Síðan höfum við cascade eða flóðið sem notað til þess að ákveða svona hvernig á að teikna síðuna. Að þá þarf í raun að vita nákvæmlega hvaða skilgreiningu á við hvert element. Þannig að það sem gert í raun, það eru alla skilgreiningar fyrir element fundnar og þeim raðað. Þannig að það eru bara allir sérhjóttunir, þeir eru bara allir teknir, þeir bara reikna út þeim öllum hvert sértæknigildið og svo þeim raðað. Og þessar skilgreiningar það geta komið frá 3 stöðum. Það að segja, það frá user agent sem þá hvað vafrinn velur. Hvað eru gildin sem vafrinn setur sjálfgefið á elementin og það það sem þið sjáið í verkefni 1 og 2. Þið skrifið einhverju element, þið fáið eitthvað útlit, það user agent style sheetið sem segir til þá. Síðan það notandinn, ég sem notandi að þessum vafra, ég get breytt ákveðnum hlutum, ég get látið alla litugerði vera stærri, ég get látið bakgrunnum vera default einhvern veginn öðru svo litin og eitthvað svona. Og svo það höfundurinn, höfundur vefsins. Ég skilgrein eitthvað CSS og það koma stílar þaðan. Síðan þessu raðað í þessari röð hérna. Og þá bara fyrst það sem kemur frá user agentinum, síðan notandinn, síðan höfundurinn, síðan það sem að höfundurinn hefur merkt með important. Þannig að ég að skrifa eitthvað CSS, ég sem vefari og ég sem notandi merki eitthvað sem important. Og síðan kemur sértæknigildið og síðan kemur röð innan skjalsins. Þannig að það sem seinna skilgreint í CSS-skjalinu eða í mörgum CSS-skjölum, seinast í seinasta CSS-skjalinu, það fær hærri forgangu en eitthvað sem skilgreint fyrr. Þannig að svona þessu raðað og svo í raun það sem það eigindi sem þar efst, það það sem tekið og það það sem birt. En eins og við sáum þá getum við ýtt þessum skilgreiningum upp listan með important og þá erum við eiginlega bara, þá hunsum við þessa sértækni eða specificity. Þá erum við bara að segja, við erum alveg saman með það. Og það ekki gott af því að það breytir þessu mental modeli, það breytir í hvernig við hugsum það, hvernig CSS ákveður hvað það á að gera og þetta kannski virkar ágætlega svona í mjög takmörkuðum aðstæðum. En yfirleitt þá þetta, þegar við erum að skrifa CSS, ættum við aldrei að gera þetta nema við höfum rosalega góða hugmynd það að þetta sé ekki að fara að skemma eitthvað fyrir okkur. Af því að þetta eitt af þessu sem að fólk lendir í vandræðum með.
það er bara af hverju er þetta 2 pixlar? Ég vil að þetta séu 5 pixlar. Og það út af því að maður ekki að skilja nákvæmlega hvernig sértæknigildið er reiknað, hvernig specificity er að valda því að það séu eitthvað valið sem við höldum eitthvað annað þetta bara valið í staðinn. Og lausn á því er að taka sleggju sem heitir important og lemja á gildið og setja það fyrir aftan og þá er það allt í einu orðið rétt, en við erum í raun bara búin að búa til annað vandamál. Í þeim tilfellum sem við viljum nota important, þá er það þannig að við getum verið að vinna með einhverju legacy kerfi sem með einhverju ákveðnu CSS-skrá sem er bara, það er bara ekki hægt að breyta því, það er einhver ástæður, en við getum í raun sett inn einhvers staðar annar staðar stíla og þá getum við notað important til þess að yfirskrifa einhverja ákveðna stíla. Og þetta getur til dæmis verið að reyna að fá inn einhvern widget eða einhvern third party dót sem á birtast á vefmiðinum og þú vilt í raun geta stýrt birtingun af því. Það er jafnvel að nota inline styles með style attribute. Þú getur þá yfirskrifa þetta og komist ofar í röðinni, yfir sértækninni, specificity, þetta ákveða annarkvort að nota það og yfirskrifa þá reglu. Þannig að svona lítur þetta út ef við erum að nota important. Þannig að við vitum hvernig þetta lítur út, en þetta er eitthvað sem við ættum alls ekki að nota fyrir en við erum búin að læra grunninn af CSS. Og við vitum þá að það er engin önnur leið fyrir okkur til að leysa verkefni sem við erum að stöndum fram fyrir. Þannig að þá er hvernig þetta specificity og cascade, hvernig hlutunum er raðað, hvernig röðunin á sér stað, það er eitthvað sem vefst oft fyrir fólki og er í raun ástæða fyrir oft pirring. En síðan, þegar við erum í raun búin að raða þessu öllu og ég kom með eitthvað já ok, við þá að vera 50%. 50% af 25 rem og 1 rem er 2 pixlar. Hvað er þá í raun, hvað er actual gildið? Og þá í raun kemur inn bara algoritmi sem segir til hvernig á að reikna þessi gildi. Og þá er það þannig ef cascadeið finnur eitthvað gildi einhvers staðar í CSS skilgreiningunum eða í user style-sítinu eða user agent style-sítinu, þá er það notað. Annars eru sum gildi þannig að þau erfa gildið frá foreldri sínu. Annars þá eru skilgreind upphafsgildi fyrir öll property í CSS. Og þessi gildi sem erfast eru það þannig að ef ég set lit á H1 element og ég hef síðan eitthvað EM til að hafa setja emphasis á eitthvað inn í þessu, þá er það mjög skrítið ef að það yrði ekki blátt. Og þá er það þannig að gildið fyrir color, það erfist. Sem þýðir þá að þó svo ég skilgreinir ekkert fyrir þetta EM, þá verður textinn í því blár. Upphafsgildin eru þá í raun það sem er bara skilgreint í staðlinum og þá getum við flett því bara upp og séð hvað það er. En við getum lent í vandræði með shorthand, svona í ítrustu, eða svona í frekar svona extreme. Til dæmis background color er með sjálfgefna gildið transparent, þannig að ef við setjum background background shorthandið og skilgreinum ekki lit og skilgreinum lit einhvers staðar fyrir ofan í einhverjum öðrum annars staðar í skjælinn okkar, að þá mun background color verða transparent út af því að við skilgreinum það ekki og reglurnar fyrir shorthand eru þannig að ef það er ekki skilgreint þá notar það inn upphafsgildið eða initial value. Síðan erum við með reiknagildi og þá er reikna út úr þessum hlutfallslegu gildum eins og langt og hægt er og þá er leyst upp úr öllum þessum hlutfallslegu gildum. 50% af 25, ok, 25, ég þarf að reikna það, ég þarf að fara upp keðjuna þá til ég fæ eitthvað actual nákvæmt gildi og svo fer ég niður og reikna það út fyrir allt niður og síðan fáum við notað gildi og þá er búið að leysa öllu þessum háðu gildum og svo fáum við raungildið og þá er það til dæmis ef það þarf að námunda að einhverjum aukastaf. Þannig að hér höfum við section sem er með width 10 EM og body sem er með HTML sem er með font size 10. Þannig að þá sjáum við að
10em hérna computed og það er það sem við erum að fá hérna út af þessum hérna tab. Já, ég glemdi líka að minnast hérna. Hérna í raun box model í Firefox. Þá ertu að fara hérna og skoða bara nákvæmlega hvernig box modeli haga sér og öll box model propertyin sem að eiga til það og við eftir að sjá hérna þetta position, static og float á eftir. En að computed gildunum þá sjáum við hérna with 10em og við getum opnað þetta og séum að það er section 10em hérna og 10 pixlar er font sizeið út af hérna það er sett á HTML, það erfist sérst í gegn. Svo fyrir við hérna og við fáum font size 2em, border 0,001em. Þannig að ef við reiknum það, að þá fáum við út mjög lítið gildi. Og það er hérna, skiptir líka máli hversu mikið við zoomum. Þannig að það getur oft, ef við gleymum okkur, við erum oft með hérna í, kannski ekki 500%, en bara ef við erum í 110%, þá verður þetta mjög skrítið hérna, okkur er þetta 0,9 eitthvað. En svona. Þannig að núna er ég 100%, ég er bara í venjulegu zoom leveli hérna og þá er í raun þetta ekki þetta minuscule border gildi, heldur í raun vafrinn búinn að rounda upp að næsta pixel af því að í raun border getur aldrei orðið minna en 1 pixel þó svo í sumum skjám getur hann það, við getum fengið svona subpixel rendering sem því í raun að við erum skjáir sem eru bara með það háa upplausn að minnsta einingin sem við teikna er ekki pixel, heldur kannski halvur pixel eða þriðjungur pixel eða 25% pixel. Þannig að það er hægt að fá teknilega að sé kannski halvan pixel eða eitthvað. Jú, hann var upprunalega skilgreindur sem minnsta einingi sem skjárinn gat teiknað, en svo fengum við skjáir sem voru bara herri og fengum eitthvað eins og hérna við möttum sjá. Já, þetta er í raun pixelskilgreiningin er svolítið mismunandi þegar svo kemur bara markaðs svona fræði inn í þetta þá ertu með svona high DPI skjái þar sem að fólk er bara og það er í raun bara auglýsingabrella í grunninn, já. Já, svo þannig að þetta er allt svona þetta er allt bara eitthvað platt. Síðan erum við með í raun þetta tvö ákveðin lykilorð sem að tengjast inn í það hvernig þetta er reiknað og það er inherit og initial og þá getum við í raun sagt einhver ákveðin gildi eins og saman með box sizing þú átt að erfast, þú ert í grunninn ekki gildi sem erfist en ég vill að þú erfist frá í raun cascade-inu og sama með initial, ég get sagt þú ert búinn að fá eitthvað gildi sem að kemur hugsanlega einhvers staðar en ég vil bara að þú farir aftur í initial gildið þitt þá getur bara sagt vertu initial, bara gildið er initial og þá fer það bara eftir því hvaða vafraða tæki við erum að nota hvernig viðeigandi birtist. Síðan er það þannig að við erum með þetta user agent style sheet sem við sjáum hérna eins og við skoðum aftur þetta hérna við síðan browser styles hérna sjáum við öll gildin sem koma frá browsernum og ef við förum hérna og finnum eitthvað þetta er reyndar versta dæmi til þess að skoða að því leyti að það er ekkert sem tekur á sig eitthvað ákveðið hérna gildi, skoðum dæmindu eftir en út af því að við fáum þessi mismunandi gildi frá mismunandi vöfrum þá viljum við oft bara fá okkur hreinan grunn setja öll þessi element í núllstöðu og þá er til eitthvað sem heitir reset CSS sem er hugmyndafræði hérna sem kom upprunalega frá honum Erik Meyer sem tekur í raun bara, velur öll þessi element hérna og segir bara eitthvað vertu með null margin, vertu með null padding, vertu með ekkert border, vertu með font size 100%, font inherit og búið að finna út í raun hvað make sense að setja sem í raun none eða inherit eða null eða eitthvað út frá því að fá svona þennan sameiginlega grunn. Og þá setur þetta öll þessi element í núllstöðu sem þýðir þá í raun við erum alltaf að vinna frá einhverjum þekktum byrjunarpunkti. Þá erum við með hérna, þá getum við skoðað hérna, þá erum við með eitthvað P og þetta er í raun hérna að koma frá vafranum
er í raun að margin bottom 20 pixlar. Ef við resetum það, þá fáum við, nei, byrjum við, þetta eitthvað vitlaust hjá mér hérna. Hérna setjum við í grunninn með Universal Selectunum sem við leyfum okkur að nota þarna, að setja margin 0 og padding 0. Þannig að við förum skoðum dæmi hérna aðeins að þessi búið að reikna út úr þessu frá várunum. Og þá setjum við allt hérna sem 0 og erum ekki í raun að hugsa þessi öll önnur gildi sem geta verið til vandræða. Þegar yfirleitt er þetta margin og padding sem það er eitthvað margin á H1 og H2 og öllum fyrirsögnunum og á paragrafum og við bara fjarlægum það allt og þá þjappast bara allir hlutirnir okkar saman og við síðan ýtum þeim og vinnum með plássi sem þeir eiga að taka sjálf. Síðan þegar við erum að skrifa CSS þá eru svona almennar reglur sem er gott að byrja á því að hafa í huga. Þá er það að nota ekki ID selektora af því að þeir eru með B-gildið, þeir eru næst hæstir og þeir eru með hátt specificity og getur þá valdið vandræðum að þeir allt sem við notum ID selektor í er bara sjálfkrafa miklu hærra en það sem við notum yfirleitt type selektorinn eða attribute selektorinn eða class selektorinn og það getur bara valdið okkur vandræðum í að hugsa hvað er að veljast. Og síðan er það líka ekki endurnýtanlegt af því að samkvæmt reglunum það að ID eigi að vera einkvæmt þá náttúrulega ættum við bara að nota einu sinni per síðu sem því að við erum með 2 element sem eiga að líta svipað út. Við notum ID selektor á annaðra og svo viljum við nota á hitt. Þá megum við ekki setja ID selektorinn á það svona tæknilega og við getum það og þetta er bara svona núansar í kringum þetta sem eru bara svona leiðilegir og það er bara einfaldara að nota ekki ID selektora nema ef við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera. Svo getum við nýtt flóðið og hvernig gildi erfast til að minnka endurtekningar sem þýðir til dæmis að ef við erum með leturgerð og við erum að fara að breyta því þá getum við sett bara allt letur á síðunum minni á að vera þetta letur. Ég þarf ekki að fara síðan að velja hvert einasta element, hvert einasta fyrirsögn og segja þú átt líka að vera með þetta letur, þú átt líka að vera með þetta letur út af því að letrið erfist í gegnum kaskettið að þá þurfum við ekki að fara að breyta þessu svona heldur setjum við bara almennt leturgerðina sem við viljum að síðan okkur sé almennt með og skiptum síðan yfir í einhverja aðra leturgerð sem við viljum nota í einhverjum sérstökum tilfellum. Og síðan erum við með hvernig við skrifum heitið á klösunum okkar og þá er reglan svo að yfirleitt nota enska og kebab case sem þá að nota alltaf lástafi og nota svo bandstrik á milli. Þetta verður svona svo þessi kebab í gegnum alla stafina. Og þá yfirleitt notum við þetta ekki svona, heldur skrifum við þetta yfirleitt svona, þannig að þið sjáuð yfirleitt CSS sem er skrifað svona. En eins og með HTML og eins og með bara allan kóða eins og við rættum í síðasta fyrirlestri, þá er mikilvægara að vera consistent en að vera, að fylgja einhverju svona almennri reglu. Þannig að ef við viljum gera svona, þá gerum við það og þá gerum við það bara consistently, en þetta er það sem við sjáum oftast. Já, svo eru lower camel cases sem við stundum notað, eða snake case, eða Pascal case, þetta er alls konar furðuleg heiti á því hvernig við skilgreinum strengi. En samræmið er lykillinn í þessu öllu saman. Og síðan eins og við erum með HTML validator þá er til CSS validator sem að W3C heldur úti sem er á jigsaw.w3c.org og þegar við erum að byrja þá ætlum við að nota hann og læra inn á hann og sjá hvað við erum að gera svona sem er ekki alveg 100% og þá að kveikja á þessum warnings undir more options og segja all warnings. Þá fáum við allt sem að vera hnýti hjá okkur og við vöndum okkur við það að skila okkur grænu fyrir það. Við erum ekki með neina villur. Þá er þetta þriðji og þá er einn fyrirlestur eftir en við skulum byrja því að taka okkur pásu til svona 16:45.